Kæru vinir, það mér heiður að fá að vera hérna með ykkur í dag. Þetta eins og Kári sagði, þetta ástríða þegar maður byrjar á þessu. Ég byrjaði að vinna á safninu 1. des fyrir 5 árum, þannig ég á 5 ára starfsafmæli núna. Og á fyrsta degi segir Kári við mig, við erum að fara að gefa út bók Árna sem ævi Árna sem riddara og mjög merkileg bók og það vantaði einhvern veginn að halda utan svona bókhaldið. Svo fékk ég bara lista og ég þurfti að hringja út og rukka og annað og þannig var mér bara deilt á fyrsta degi algjörlega á bólakaf í það sem að ég frétti seinna þegar ég var búin að vinna í einhver tíma héti 8. deild og það væri bara eins og Kári orðaði svo skemmtilega mitt baby. Þannig að ég er búin að vinna því í 5 ár eða við Kári í sameiningu að safna inn í það sem við kallum 8. deild og eins og hann sagði frá áðan, þetta eru bækur eftir Vestmannaeyingar, Vestmannaeyjar, prentað í Vestmannaeyjum. Hér var mjög merkileg útgáfa sem heitir Hrímfell, ég glemdi að taka bók og hún var að prenta alls konar bækur, alveg með ólíkindum. Til dæmis ein sem ég man sérstaklega eftir Kofi Tomma frænda. Það sem að hjá öðrum heitir Kofi Tómasar frænda, en hérna heitir Kofi Tomma frænda. Þeir voru að gefa út bækur eftir Arthur Conan Doyle og í kringum 1950, þetta var alveg með ólíkindum. En við höfum reynt að safna eins miklu og við getum. Af því sem við gefum út hér eða eftir Vestmannaeyinga og ég til dæmis frétti af því eða vissi af því að Arnar heitinn Einarsson, sem að ég í mínu ungdæmi kallar á Arnar Sprell, ég veit ekki af hverju, bróðir Hermans, hann hafði gefið út ljóðabók og ég hef reyndar lesið mikið eftir Arnar og hann hefur byggt ljóð á ýmsum stöðum og mér þykir óskaplega gaman að ljóðum að svo vantum að. Og við settum okkur í samband og Arnar sagði, Hermann sagði, nei, ég á bara svo fá einnig, ég vil ekki tími ekki að láta frá mér eitthvað svona. Og við hafum samband við ekkjuna og hún talaði við son sinn og við fengum sendinga 2 eintök frá Reykjavík. Ég frétti það löngu eftir að Sigurður heitinn Pálsson, skólabróður minn og bekkjabróðir frá Bólstað, bróðir Gísla, að hann hefði gefið út ljóð og hann féll frá 17 ára gamall og mér fannst þetta mjög merkileg saga. Og við reyndum að finna og ég veist ekki hvað bókin hét eða neitt en Kári hafði samband við Gísla og hann átti eintak og bókin heitir Skriðið úr skrafnum. Einstaklega falleg og ótrúlega þroskuð ljóð. Og það meira sér svona það sem við notum í nútímanum guðlugur post-it miði hérna á forsíðunni sem að stendur með bestu kveðju Gísli. Og í staði fyrir að sé árit á höfundi að þá svona leyfi þessu að vera í bókinni. Svona erum við að reyna að elta uppi bækur sem að við vitum Jóhanna Hermansen, skólasystir mín, hún gaf út bókina Goskissi, Ósk Laufdal er búin að gefa út 2 eða 3 barnabækur, Halldór Svavarsson, bróðir Döddu, hans guðnaheitis, segir Hjallar á stöðinni, hann er búin að gefa út 2 barnabækur, öllu þessu safnum við, allt þetta viljum við varðveita. Siggi Gísla og Berglind er búin að gefa út 2 matreiðslubækur, við eigum þetta allt hérna í skápunum. Við erum náttúrulega með blik og eyjaskinnu alveg frá upphafi til enda og ég verð að segja alveg svo að ef ég man rétt að það hættir blik að koma út 2000, ef ég man rétt, frekar 1980, já fyrirgefið ég að hugsa. Í dag erum við að fá einu svona ári hingað inn á safnið, alls konar héraðsrit. Það er frá Selfossi, það er frá Bolungarvík, það er frá Akureyri og bara nefnið það. Innan gæsalappa, hvert einasta krummaskóla á landinu er að gefa út svona héraðsrit, nema Vestmannaeyjar. Og þetta særir mig á hvernig degi sem ég er að tengja þessu blöð og ganga frá þeim í skáp hérna inni sem er svona fyrir héraðsritir, ekkert frá Eyjum.
En eins og Arnar kom inn á, það gefið út óhemjumagn af alls konar blöðum og tímaritum. En ekkert í líkingu við þessum Blika, sem heldur uppi sögu eyjanna, sögu menningarinnar. Hvað að gerast hér? Hvaða sögur í gangi? Auðvitað hafa verið gefnar út bækur. Við erum með bækurnar hans Sigurgeirs Jónssonar í allri þeirri flóru sem að þær eru. Hann að skrifa sögu Týs og Þórs, ekki satt? Ekki Týs, nei, það var annar, já, Þórs söguna, Golfklúbbsins. Hann að gefa út mannanöfn og alls konar. Mjög skemmtilega bækur. Öllu þessu reynum við að ná. Við erum með þó nokkra flóru af barnabókum. Bækur til dæmis Sigurbjörns Sveinssonar sem við teljum náttúrulega þjóðskáld okkar hér í Eyjum. Og það frá ýmsum tímum, við eigum allar útgáfur af Benskan og Geislar til dæmis. Sum eintökin orðin mjög léleg, en við eigum þau samt. Við eigum hérna bækur eftir Bjarnar Rögnvalds. Ég svona alveg að viðurkenna það, ég var ekki búin að lesa margar þeirra. En svo höfum við mjög gaman að því að allar hans bækur sem við eigum hér á safninu eru áritaðar og hér til dæmis stendur í þessari Herra Sigurgeir Jónasson með kærri kveðju höfundur Bjarni T.H. Rögnvaldsson. Hann kenndi mér í barnaskóla og við köllum alltaf Bjarnar Rónsson. Ég veit ekkert, kannski var það bróðir Pítur Rónsson sem orsakaði það. Og síðan, þetta eru aðalega bækur hér og við höfum tekið okkur það besta leyfi að raða á sér stafrófsögnuð. Og ég veit að Jóna Guðmunds, bókasafnsfræðingur, hún ekki ánægð með okkur og sumir aðrir, en það allt í lagi því við erum ekkert að lána þetta út. Við erum með bækurnar Ása í bæ til dæmis, ljóð, ævisögur, skáldsögur, ferðasögur, þær eru bara undir Ási í bæ og raða þannig í stafrófsögnuð. Ef við ætlum að fá okkur bækur lánar, þá erum við með aðra deild inn á safni sem við köllum átthaga í útlán og þar verðum við raðað alveg eftir kúnstarinnar reglum og djúi í kerfinu og allt saman. En við leyfum okkur þetta við Kári að hafa þetta svona og þrjóskumst við. Arna kom inn á þessi blöð sem við erum búin að gefa út. Við erum búin að safna til dæmis, ég bara tók eitt svona inntak, Brandur, Lunda og í Andersen, þetta eru svona skátablöðin. Það var sýning hérna daginn frá skátunum og það er alveg þetta er náttúrulega mest af þessu fjölrita, en þetta viljum við eignast. Ég hef komið mér upp það sem ég kalla svona átthaga biblíuna mína, allar þessar bækur, hvenær það eru gefnar út, hvað við eigum eintök og það er alltaf verið að bæta við. Ég er svolítið þreytt á því þetta eru 80 blaðsíður eða svo. Ég læt yfirleitt þegar Kári fyrir frí eða ekki viðstaddur þá stelst ég til að prenta svona 3 mánaða fresti því ég er alltaf að bæta við þetta. Allt útkrassað eins og þið sjáið. Þetta er biblían mín. Og svo einstaka sinnum þá dettur mér á það að heyra af einhverjum útgáfum. Einhver að gefa út eitthvað. Við erum hérna með lokaritgerð við háskóla. Tók bara hérna, leyfði einu að vera hérna því þetta fremst hérna hjá mér. Að þið ekki búin að fá þetta í hendurnar. Vinnslustöðin HF. Ég get nú ekki lesið mína eigin skrift Bægishrun, eitthvað. Þorsteinn Magnússon, lokaritgerð við háskólan á Akureyri frá 1997. Ég er með 3 svona nöfn frá vinnslustöðinni. Þetta vil ég ná í, eða við viljum eignast þetta allt saman. Þannig að endilega látið það berast og ég biðla til ykkar ef að þið eru með eitthvað svona sem þið teljið að bæti hjá okkur. Komið þá endilega og spjallið við okkur og við tökum við öllu sem Vestmannaeyja tengt. Það er algjört fágæti í okkar huga. Takk fyrir. Sefur sól hjá ægi, sigur höggi yfir brá. Einu ljúflings lagi, ljóðar fugl og aldan blá. Þögnin dýfti því
hvíldir öllum oss. Sefur sól hjá ægi, sigur höggi yfir brá. Einu ljúflingslægi ljóðar fullt og aldan blá. Þöglar nótt í þínum armum, þar rót og hvíld í hörmum. Þar rót og hvíld í hörmum. Hvíldir